Betra seint en aldrei. Ég afsaka hvað þetta er búið að taka langan tíma. Ég er búinn að gera 4 tilraunir til þess að búa til þetta vídeó. Alltaf klikka eitthvað. En hérna er ég. Þannig að betra seint en aldrei. Ég ætla að fara yfir það sem við gerðum á mjaðmanámskeiðinu. Eða fyrirlesn, eða þetta, já. Og við einblíndum meira hérna á aftri keðjuna. Vorum ekki svo mikið hérna framan á fremri keðjunni. Þannig að við tölum hvað hreyfingar eru. Það er sett hérna beint til hliðar, beint aftur og svo alls staðar þar á milli. Alveg 90 gráður. Hitt sem við gerðum var líka að það er nánast snúningur. Og það er inn í rassvöðuna líka. Þannig við erum aðalega einblína á rassvöðuna. Við viljum nota þá meira heldur en aðra. Við tölum hvernig besta staðan er. Þetta kallast load-staða. Sem þýðir það að núna er ég búinn að setja mikla spennu inn í mjöðmina, aftan í læri, aftan í rassinn. Ég finn fyrir teygju, þannig að hérna er ég komin í mjög góða sprengjustöðu. Ef ég er hérna, það er alltaf svona beinn. Hérna er voðalega erfitt fyrir maður að sprengja. Við sjáum við hérna. En ef ég er hérna að setja mjöðminn út, eins og ykkur þegar þið eru að sparra, þá er ég miklu fljótari að fara í staðan fyrir heldur en að ég sé svona og ætla að fara svo. Það er ekkert að fara að gerast. Þannig að ég fatti hvað ég á við. Sérstaklega í styrktarþjálfun, þá viljum við passa sérstaklega með þetta. Þannig við viljum alltaf passa að boginn sé vel strekktur en við fáum sér mesta kraft. Ok? Ef við erum mjög stirð og þetta er hreyfingin, besta mögulega hreyfing og ég er mjög stirður, þá er ég kannski bara með svona miklu með. Því það ég er að tapa kraft. Þannig við viljum passa sérstaklega upp á að vera liðug og góð. Góð hvað var að liðliga. Sem ætti ekki vera vandamál hjá ykkur. Svo getur maður líka verið ofliðugur og það er líka slæmt, en það er mjög sjaldgæft, ég ætla ekki að fara út í það. Og með 4 mikilvægastu atriði í styrktarþjálfun. Beintrykkur. Munið, ég var sýnd ykkur hvað gerðist hérna. Þú veist, þegar hérna ég horfði upp og hvað orkuleikin verður mikil. Þannig að við viljum alltaf passa að hryggurinn allarleið niður sé alveg hreinn. Ekki snúningur, ekki upp eða niður. Ok? Númer 2, spenna kvið, þannig að naflinn fari inn að hryggnum. Þannig að kviðin fari ekki út, heldur kviðin fari inn. Og svo spenna rassinn. Munið hvað við gerðum með plankan. Þegar þið spenntu rassinn, hvað eruðu mikið sterkari, hvað var hægt að ýta miklu fastar á okkur. Þannig að muna það, sérstaklega í öllum svona plankarheyfingum eða svona sprengjukastarheyfingum, þá viljum við alltaf klára með að spenna rassinn. Því annars fer þetta allt í baki á okkur. Ok? Svo númer 3, mjaðmina. Hnén séu alltaf í sömu áttu tær. Þannig að ef tærnar snúa beint fram, þá viljum við að hnén fari beint fram. Þannig við viljum ekki sjá þetta hérna. Þetta er ekki gott. Þannig að ef tærnar snúa eins út til hliðar, þá viljum við að hnén fari í sömu áttu tær. Mjög mikilvægt. Meiðslum og annað upp og nota líka rassvöðuna. Þannig að ef ég passa rosalega vel upp á þetta á leiðinni niður, þá þarf ég líka að passa á leiðinni upp. Sama hvað þú sé að gera framstig, þá vil ég ekki vera hérna og vil ég halda hnénu í sömu átt. Passa alltaf vel upp á það. Og þá er ég að setja snúninginn á mjöðmina sem gerir meiri stöðuleika á fætur. Ok? Regla númer 4 og kannski ekki eitthvað sem skiptir ykkur miklu máli en það er alveg eins og regla númer 3. Það er að olnbúar að fá smá snúning inn í öxlina. Með meiri stöðuleiki, þannig að baki haldi speil og axlina sé minni hættu gagnvart meiðslum. Ok? Þannig að þessar 4 atriði skipta gríðarlega miklu máli þegar við erum að æfa. Þannig að passa rosalega vel upp á það. Annað er það sem ég vil kannski segja við ykkur fyrir íþróttafólk, þannig að þið þurfa að hugsa eins og íþróttafólk. Ef þið haldið að þið séu einu manneskjunni sem þurfi ekki á styrktarþjálfun að halda, eða
munið ekki græða á því, þá það algjör misskilningur. Auðvitað tækni gríðarlega mikilvæg, samhæfing og liðleiki, rosalega mikilvægast í ykkar íþrótt jafnt sem öðrum. En þegar þeir eru búin að hámarka ykkur þarna og þeir eru rosalega tæknilega góða liðleika, góða samhæfingu, þá getið þið bætt ykkur svo gríðarlega mikið með því að vera með góða styrkleika. Þannig að höggin verða þyngri, stökkin verða hærri, spörki þyngri, þið verðið fljótari að forðast högg, þið verðið fljótari að fara í að sparka eða fara í að kýla. Þannig að þið munið bara græða því. Æfingarnar sem við fórum yfir, ég skiptist upp 4 æfingar. Það er 2 fóta æfing, þar sem gerum æfingarna á 2 fótum. Það er 1 fótar æfing. Það eru snúningsæfingar á mjöðmina og svo er það sprengikrafsæfingar á mjöðmina. Og mikilvægast af þessu öllu er að ef ég á erfitt með að gera 2 fóta æfingu, það er mjög þungt fyrir að gera hnépið, bara hérna. Þá er ekki gott fyrir mig að fara í 1 fótar æfingu. Þannig að hafið það svolítið vel við hugann. Það skiptir gríðarlega miklu máli að vera orðinn sterkur í 2 fóta æfingum áður en við förum í 1 fóta æfingu. Þetta er alveg grunnregla hjá okkur. Það er æfingar sem við ætlum að fara yfir. Og við ætlum að byrja á 2 fóta æfingu. Við fórum yfir mjaðmalift eða hip thrust, fórum í hnépur og við tókum restu, lyftu og kyrrlýsingu. Þetta er svona ein af þeim æfingar sem við tökum. Það tilheyrir fullt fleiri. Þannig að hnépjan, og þið ráðið hvað þið gerir með teygju, kyrrbjöllu eða teygju. Þannig að aðalatriðið baki beint, við förum niður, hnýðin sem áttu tær og komum upp. Og þegar við komum upp, þá viljum við alltaf spenna rassinn og rétt mjöðmunni. Það er eitt vöðvi sem er rosalega mikilvægt til þess að fá góða teygju, sem heitir psoasvöðvinn. Þannig að ef ég er alltaf hérna, þá er hann alltaf stuttur, sem er ekki gott fyrir ykkur, ekki neinn. Þannig að við viljum alltaf rétta alveg úr mjöðmunni, því þá líka er ég alltaf að spenna rassinn alveg alla leið, alla þá hreyfingu sem mjöðminn hefur. Sem þýðir það ef ég venni á það, þá munur spörkin á mér líka verða svoleiðis, en ég mun nota mjöðminn alla leið og alla hreyfingar mína þá mun ég nýta alla mjöðmina mikið betur. Ok? Restulyfta. Það ætlum við að hafa svona. Þá eru hérna 2 fætur, hnýðin sem á tær, beint bak, réttu mjöðmunni. Niður með rassinn. Ok? En líka að gera þetta í sumo stæl. Þá eru hérna upp. Passa hnýðin. Og svo 3. útgáfan af restulyftu, það verður þá rómversk restulyfta. Og þá fyrir ég ekki með rassinn niður, þá fyrir ég með rassinn út. Og svo kem ég upp og réttu mjöðmunni. Og réttu mjöðmunni. Ok? Þannig að þessar 3 eru svona eiginlega 3 æfingar sem er mjög líka einhvern veginn. Ok? Svo er það kettlebellsvingið. Og hún er svona, hvað ég segja, alveg svo rómverska, nema það er meira svona smá spring. Og við hér. Þið sjáum það, mjög lík hreyfing. Mjög mikilvægt að spenna rassinn í þessari. Ef þið að fóra í bakið, þá er það að þið ekki spenna rassinn nógu. Ok? Þannig að þetta eru svona helstu æfingarnar sem 2 fóta, góðar æfingar til þess að nýta mjöðmina. 1 fótar æfing, þá fórum við í split-hoppinn, við fórum í bólberska hnepu, við fórum í restulyftu á öðrum fæti, ég ætla að sýna ykkur hana, og rómverska restulyftu á öðrum fæti og framstig.
En ég var að fatta, ég gleymdi einn æfingu varðandi með tveggjarflokk. Það er hérna, mjálmarið, þá er hérna niðri og spennum mjálmarna frá hlið, hérna. Mjög líkt kettlebellsyngi, mjög líkt rómversku þessu hreyfingu. Ok? Framstig í eitafótar, þá förum við bara hérna, eða öll stigin, þá er það bara beint bak, fyrir niður, alltaf sömu reglu. Þið getið gert það gangandi, þið getið gert afturstig, og þá getið þið skiptis. Þið getið gert hliðastig, passa hnén séu aftur sömu á tær, séu frá hlið, þið gera sér út, og svo keyrið mönnuna fram. Út. Þið getið líka gert það aftur og fram. Og þið getið líka gert það öll fram. Hérna. En þá fyrir hann meira fram. En þið hafið þessi stig. Það er mjög gott að æfa öll þessi stig. En þá æfið þið allar mjálmunar. Eða raunir allar vöðva í kringum mjálmunar. Gúlbers. Þá myndið þið setja stóli eða eitthvað sambærilegt. Getið líka nota félaginn ykkar sem heldur hérna. Hef ágætið spil á milli fóta þannig að það sé aðeins í sundur, þannig að fæturinn sé í beinni línu og svo erum við með jafnvægi. Þannig ég er hér fyrir niður og svo rétt hjúl. Niður, svo rétt hjúl. Ef ég vil gera erfa, þá get ég farið hérna niður og springt upp. Passa lendingarna. Ok? Rekstulyft á öðrum fæti, þá nota ég bara svona tösku, setja inn í fót hérna í gólfið og þá ger ég þetta alveg eins og tveggja fóta rekstulyftu en þá er ég með þennan fót